heilsa ykkur öllum í Jesú nafni þar sem við samankomum hér í þessa kveðjustund í Kvennabrekkukirkju í dag og sum af þessum lögum sem að sungi verða kannist við textan og endilega taki undir með í þeim og þar sem að hvorki veiruvarnavíðir eða kórólfur eða almannavarnir eru stödd hér í kirkjunni í dag hjá okkur, þá allt í lagi að taka vitvörnina niður og svona sjá hverjir séu mættir hér í dag sem að kannist við. Þannig endilega höfum þetta heimilislegt hjá okkur og njótið þess bara að vera hér í dag að þessari kveðjustund. En við skulum áður en höldum lengra áfram byrja á því að fela Drottni stundina og signa okkur. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og við skulum byrja saman. Drottinn Guð og Faðir allrar huggunar, veittu okkur fyrir orð þitt og heilagan anda stöðuga trú, sem við getum sigrað með raunir allar og skilið, að það er satt sem þinn elskaði sonur, Jesús Kristur segir, verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn, við biðjum í nafni hans. Amen. Ég vil gefa ykkur styrkingarorð frá postulunum þar sem segir, ekki viljið við systkini, láta ykkur vera ókurð þau sem sofnuð eru til þess að þið séu ekki hrygg eins og hinn sem ekki hafi von. Því ef við trúum því að Jesús er dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þau sem sofnuð eru. Amen. Logn og blíða sumarsól, signir fríðan dal og hól, allt í fjöri íðar titrar angar blóm fyrrum kól. Jötlar ganga físir þá, ferða langa stór og smá, fjalla tindar laða lokka, löngun magnast brennur þrá. Æsti tindadinn fagnandi föðan, áfram hærra, upp við skulum ná. Æsti tindadinn fagnandi föðan, áfram hærra, upp við skulum ná. Og heyrum ennfremur, enginn deyr af sjálfum sér og enginn deyr. Ef við lifum, lifum við Drottni og ef við deyjum, þá deyjum við Drottni.
Hvort sem við þess vegna lifum og deyjum, þá erum við drottins, því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi, að hann skyldi drottna bæði yfir dauðum og lifandi. Amen. Og á morgun annar sunnudagur í föstu inngangi, sem biblíudagurinn. Og ég ætla að lesa Guðspjallið fyrir ykkur þann daginn og við skulum rísa á fætur og hlýða á það. Og yfirskriftin líkt mustaskorni og hann sagði, hvað eigum við að líkja Guðsríki við? Með hvaða dæmi eigum við því að lýsa því? Líkt það mustaskorni þegar því sáð í mold, það smærra hverju sáðkorn á jörðu, en eftir að sáð tekur að spretta, þá verður það öllum jurtum meira og fær svo stóra greinar að fuglar himins geta hreiðrað sig í skugga þess. Þannig hljóða Guðspjallsins heilu orð, en sælur þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Allt mitt líf andartak í tímans hafi og öll þín tár þar tínast eitt og eitt. Kóngur einn dag, þann næsta ert á bólakafi. Sem þýðir ekki neitt og eftir situr sársaukin og stundum svolítil hamingja. Ef þú skildir finna hana
í öllum bænum gríftana. Ég sem týndi sjálfum mér, fann hana og mistana. Eftir sit ég hugstóla, svo ömurlega einmana. Allt mitt líf andartak í tímans hafi og öll þín tár þar tínast eitt og eitt. Kóngur einn dag, þann næsta ert á bólakafi. Þú reynir sund sem þýðir ekki neitt og eftir situr sársaukinn og stundum svolítil hamingja. Ef þú skyldir finna hana í öllum bænum grýttana. Ég sem týndi sjálfum mér, fann hana og mistana. Eftir sit ég hugstóla, svo ömurlega einmana. Já, náðsemi okkur og friður frá Guði og föður okkur og drottni Jesú Kristi. Biblíudagur er notað til þess að vekja athygli á ritningunni til hvers hún er. Þeim fræjum sem er sáður í hjörtu okkar þegar við erum lítil börn af foreldrum okkur og forráðamönnum. Oftast er það nú af og ömmu og einhver þess áttar sem er oft í eldri aldri sem er að segja okkur frá. Og það er þess vegna þetta fræ sem er sáð til í okkar hjarta hverju sinni sem að gerir út það hvort að við séum kristin eða ekki, hvort við séum tilbúin til þess að bera þetta fræ til annar og láta það vaksa sem að búa sáð í upphafi. Og það er þess vegna hlutverk okkar hvers og eins, því að Jesú hefur ekki aðra lærisveina heldur en þig og mig til þess að segja frá þessu og því er það mjög mikilvægt að við reynum að láta þetta fræ vaksa, mustaskorni sem verður hverju tré stærra og öflugra til að gefa komandi kynslóðum þann tilgang og líf sem við eigum í þessu tilviki. Og það getum haft svona sem bænar og íhjónefni sem við getum beðið fyrir í dag á þessari stundu þegar við erum að kveðja hér. Rúnar var fæddur á einstaklega fallegum og sólríkum degi heima á Breiðabólstað í Dölum. Foreldrar hans eru Kristín Guðmundsdóttir og Jón Svanberg Karlsson. Rúnar var elstur 4 bræðra sem eru Guðmundur, Agnar og Kjartan. Rúnar sleit barnsskónum sínum á Breiðabólstað, var mikið fyrir sveitastörfin og leið einstaklega vel að vera alinn upp í sveitinni. Hann stundaði íþróttir bæði fótbolt og frjálsar og hástökk var hans aðalgrein. Þegar Rúnar var 22 ára aldri náði hann sér í sína heit elskuðu eiginkonu Kristínu Erlu sem þá var 17 ára aldri. Hann leitaði hennar langt yfir skammt þar sem þau voru sömu sveit en þau kynntust á Sævangi verslunarmannahelgi og þar byrjaði þeir ástarsamband. Þau voru ekki lengi 2 í heimili þar sem 2 árum síðar kom Svanberg Már, 5 árum síðar fæddist Erla Rún og 5 árum eftir það Kristinn Freyr. Í uppeldinu var það mikil elja hjá Rúnar að börnum hans myndu fá áhuga á hestamennsku og það gekk á ýmsu en honum tókst að koma áhuganum að hjá þeim öllum, þó mismikið. Rúnar var mjög ungur aldri þegar hann fann sitt áhugamál sem var hestamennskan. Hans aðal einkenni í hestamennskunni var að hann átti reiðhesta sem voru mjög frótfáir og komist hratt og örugglega yfir. Ef farið verið með Rúnar í reiðtúr eða hestaferð þá var Rúnar yfirleitt fljótur að hverfa úr augsýn vegna þess hve hann og hesturinn fóru hratt yfir. Hans helsti reiðhestur var Eldur, fór gríðarlega hratt yfir og var fótviss. Gat farið léttilega við fjöll og þyrnindi
og Rúnar gat haft hann alveg útaf fyrir sig þar sem að það voru fáir sem gátu riðið honum framan af. Guðmundur á Kolstöðum, afi Rúnars, lánaði honum aðal ræktunarmerina sína, hana Yngri Nótt, og valdi Rúnar sér stóðhest sem honum leist best á. Fékk hann þá Morótt Merfólald sem hann nefndi Von og var það hans aðal ræktunarrissa og dálæti í hrossaræktuninni. Út þeirri ræktun fékk Rúnar marga góða reiðhesta og merar. Hann hafði mikinn áhuga á ræktuninni og valdi stóðhestana undir Vonina af mikilli sérvisku og nákvæmni. Hann var yfirleitt fyrstur á áfangastað, hvort sem það var í hestaferðum, reiðtúrum, gönguferðum eða bílferðum, og það var fátt sem honum var fyrirstaða við að komast þangað sem hann ætlaði sér. Og Rúnar var mjög hrifinn af kraftmiklum bílum sem voru hraðskreiðir, lenti hann allavega í því eitt skipti að vera stoppaður á löggunni, var þá vel yfir hámarkshraða, en hann gat ekki vita það þar sem að hraðamælirinn í bíltíkinni var bilaður. Fyrir þess hafði hann mikinn húmor og fannst þetta vera atvik sniðugt og hafði ekki mikil áhrif á hann þó að athæfi hefði kostað hann bílprófið. Eitt kvöldi bauð Rúnar Diddu og Sollu systur hennar í Reykjavíkurferð í bíó. Þau komu við í bláa turninum þar sem Rúnar fór öfugum megin að bílalúgunni. Afgreiðslustúlkan sagði honum að þetta væri ekki rétt leið og þá svaraði hann: ég er bara úr sveitinni, svolítið sveit og púka og lummu, en hann fékk samt sem áður afgreiðslu. Á meðan sukku Didda og Solla niður í sæti. Síðan langaði hann að sýna Diddu og Sollu Nauthólsvíkina því þangað hefði hann komið með vinum sínum til að baða sig. En það vildi ekki betur til en svo, þau enduðu í Fossvogs kirkjugarði, rúntuðu þar fram og aftur og ætluðu aldrei að rata út úr garðinum. Auk þess var að loka kirkjugarðinum og þess vegna var komið kvöld. Þau læstust næstum þar inni, en þann dag hefur Didda ekki komið í Nauthólsvíkina. Er einhver í kirkjunni sem er tilbúin að fara með Diddu og bjóða henni? Já, þetta líka með, gott að heyra, gott. Fullt af sem vilja bjóða Didda með þessu. Rúnar hafði mikinn húmor fyrir öllu mótlæti, bæði honum sjálfum, eiginkonu, börnum hans, barnabörnum og hestum. Honum fannst ekkert eins fyndið og skemmtilegt eins og þegar hestar sýndu honum smá kergju eða mótspyrnu. Það sama átti við börnin hans, ef Didda var stundum að reyna að fá hann með sér í lið til að hjálpa sér með uppeldið, þá gat hann það ekki því hann hafði svo mikinn húmor fyrir því sem börnin voru að gera, tóma vitleysu einhverja. Það sama átti við þegar hann byrjaði að eignast barnabörnin sín, þegar þau voru erfið við foreldra sína. Fannst Rúnar það mjög sniðugt og það breyttist ekki einu sinni í gegnum veikindin. Tíðarferðir voru farnar vestur í Dali því að heimahagarnir eiga ávallt hug hans allan, Ottu. Vildi helst komast þangað við flest tækifæri og lá ferð hans þangað yfirleitt helgar og frídaga. Í þeim ferðum var íslenska veðurfarið ekki Rúnari hliðholt oft. Brattabrekka var oft mikil ófæri á veturna en það stóð ekki í vegi fyrir því að Rúnar kæmist vestur. Hann fór sama þó að væri búið að gefa það út að Brattabrekka væri ófær og lokuð. Ein eftirminnileg bílferð úr Bröttubrekku var þegar lagt var að stað á Subaru fólksbíl með Diddu ófríska af þriðja barni þeirra, honum Kristni Frey, og hin 2 börnin með. Þá var Erla Rún 4 ára og Svanberg Már 9 ára aldri. Það fór ekki betur en svo að bíltíkin festist upp á Bröttubrekku og Rúnar stóð úti með eina litla skóflu sem hann hafði meðferðis og byrjaði að moka. Diddu datt sko alls ekki í hug að fara að hjálpa honum í þessari vitleysu sem hann hafði komið þeim í. Enda var hún ekki ástæði til þess og ástandi. En það var Rúnari til haps að 2 jeppakallar sem ákvað sér til gamans að fara yfir Bröttubrekkuna í þessari færð voru á vel útbúnum bílum, búnir að hleypa lofti úr dekkjunum og þeir buðust til að draga fjölskylduna á Súbarnum yfir brekkuna. Þá sagði Rúnar við Diddu, hann hefði sko alveg sagt henni að þau hefðu kæmist alveg í dalina þrátt fyrir veður og færð. Hann lét fátt eitt stoppa sig því þegar hann hafði tekið ákvörðun eitthvað að fara þá stóð það. Þráttur að vilja vera helst öllum stundum vestur í Dölum, þá gaf Rúnar sér einnig tíma til þess að ferðast bæði mikið innanlands og utanlands, voru ófáar fjölskylduferðir sem farnar voru og það ógleymilega ferðir og góðar minningar sem sköpuðist í þeim ferðum. Einnig voru hjónin duglega að fara í utanlandsferðir með vinum og vinnufélögum og síðan meir voru farnar sólarlandaferðir með fjölskyldunni.
Eftir Rúna veiktist og hætti að vinna, eittu þau Didda mörgu stundum á Spáni, þar sem þeim leið vel í sól og hita. Rúnar Karl var þannig að skapi, hann hafði mjög ákveðna skoðanir á hlutunum, en samt sem áður var hann hvers manns hugljófi, ótrúlega glaðlyndur, hláturmildur og með mjög smitandi hlátur sem fekk oft vini, fjölskyldu og vinnufélaga til að hlæja með honum. Það var lýsandi fyrir hans karakter, hvernig hann tók á veikindu sínu með ótrúlegu jafnaðargeði og æðruleysi. Hann lét fátt eitt segja sér hvernig það ætti að vera. Þegar fólkið hans var að reyna að segja honum að hann gæti ekki gert eitthvað eins og standa upp á hlutum eftir hreyfigeta hans fór minnkandi, þá lét hann ekki úrtölur segja sér að hann gæti ekki gert eitthvað og gerði bara það sem hann ætlaði sér og fannst það mjög sniðugt og fyndið. Hann safnaði mikið af fólki í kringum sig sem var tilbúið að hafa gleðina við völd. Rúnar söng mikið og það sjáum þú allar þessar bræður hér, söngbræðurna sem eru komnir hér til að kveðja. Þegar hann var á hestbaki og góður að vinna hópi í karla og góðum söngbræðurum, einnig var hann í söngnámi. Léttleiki og vinsemd var til staðar hjá honum og einkenndi samskipti hans við aðra. Hann vildi vera til staðar og vildi oft á tíðum fá lítið eða ekkert tilbaka. Hann læriði rafvirkjun og var mjög laginn í sínu fagi og sangjarn. Hann átti ógrynna verkfærum, var viðbúinn með þau í bílnum ásamt öðrum rafmagns auka hlutum ef hann þyrfti að laga eitthvað fyrir einhvern, þar sem hann var staddur. Horfði á íþróttir og var virkur félagi í hestamannafélaginu Skugga frá því hann flutti í Borgarnes. Sáum að það væri götulýsing upp í hesthúsahverfinu og allt rafmagn sem félagi þurfti að sjá sá hann að leggja og koma áframhaldandi. Og hann hafði brennandi áhuga á atvinnu, glaður að mæta til vinnu og fjölbreytni, fannst gaman að kynnast nýju fólki, hafði gaman að vinnufélagunum og lagði sérstaklega mikið á sig að halda góðum móra. Var mættur fyrr til vinnu, til að hella upp á kaffi og eiga gæðastund áður en vinnudagurinn hófst. Hann gat spilað kapal í tölvunni Frið og ró sem hann hafði horfið úr heimilistölvunni því að hús Freyjunni fannst að maðurinn ætti að vera að gera eitthvað annað heima hjá sér en að vera að spila kapal í tölvunni. Rúnar hafði mikið dálæti á barnabörnunum sínum, var það auðsjáanlegt í veikindum hans þegar líkami var orðinn þreyttur. Þá lagði hann allt sem hann hafði undir barnabörnin sín þegar þau komu í heimsókn. Sýndi þeim sitt breiðasta bros og hlýju. Hann dekraði þau alveg eins og hann gat og það var einnig mikil ástæða í honum að hafa þau með sér í hestamennskunni. Fannst honum mjög gaman að bjóða þeim með sér upp í hesthús og setja þau á bak hestunum inn í stíu og hafa þau með sér í gegningum. Það voru mikla gæðastundir sem Rúnar átti í hesthúsunum í gegnum tíðina og eyddi þar miklum tíma með hestunum sínum. Svo hér kveðjur sem til okkar hér í dag frá Agnari og Pálu sem úti í Noregi og komast ekki hingað til þess að vera við þessa stund í vegna veiruvillisunar. Agnar bróðir og svo Sóley og fjölskylda, þau senda kveðju hér líka í dag. Það sem fjölskyldunni efst í huga þakklæti fyrir að hafa eiga allar þessar góðu minningar og gæðastundir, þrátt fyrir það að vilja hafa Rúnar Karl lengur á lífi. Að þá það ómetanlegt fyrir fólkinu sem að gaf því mikla gleði. Sér fjölskyldar hann fyrir sér, kominn á gæðingi sinn, upp á fjöllum og fer með fjallbrúninni, goppiti, eins og honum einum lagið þegar hann kominn heim til drottins. Minningar okkar Rúnar Karl Jónsson eru margar. Hver og ein minning gefur okkur þakklæti huga til burtkallast bróður okkar sem horfinn heim til drottins. Megi frelsarinn og endurlausnarinn Jesús Kristur gefa okkur þá trúar fullvissu fyrir verkun heila sanda að við munum hitta alla okkar sem á undan eru gengnir þegar við hverfum burtu héðan úr þessum heimi. Megi svo verða í Jesú nafni. Amen. Hinsta sinna heiman lágu spor mín, því haminguna fann ei lengur þar. Og hratt ég gekk í fyrstu
uns ég heyrði fótatak og háum rómi kallað til mín var. Kallað, bíddu pabbi, bíddu mín. Bíddu því ég kem til þín. Að ég hljóp svo hratt, að ég hrasað og datt. Bíddu pabbi, bíddu mín. Ég staðarnam og starð á dóttur mína. Það stautaði til mín svo hlýr á brá. Og mig skorti kjark að segja henni að bíllinn biði mín að bera mig langveg henni frá. Hún sagði, bíddu pabbi, bíddu mín. Bíddu því ég kem til þín. Hljóp svo hratt að ég hrasað og datt. Bíddu pabbi, bíddu mín. Ráðvilltur ég stóð stund og þagði, en af stað svo lagði aftur heim á leið. Ég viss að litla dóttir mín, hún myndi hjálpa mér að mæta vanda þeim sem heima beið. Hún sagði, bíddu pabbi, bíddu mín. Bíddu því ég kem til þín. Að ég hljóp svo hratt, að ég hrasað og datt. Bíddu pabbi, bíddu mín. Að ég hljóp svo hratt, að ég hrasað og datt. Bíddu pabbi, bíddu mín. Himneski Faðir, að við megum að koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyrðu bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Rúnari Karli Jónsinni, bróður okkar sem felund hér í dag. Í trú á þig þá höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins, styrktu þá sem hér kveðja og veitu þeim leiðsögn á komandi tíma uns við söfnum öll frammi fyrir þér. Og aðra bænir okkar kveðum við fyrir bæn sem Drottinn við kennt okkur og segjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Finna fjörtökstin
kom til fjölskyldunar á fyrradag, heimsótti hana, eins og maður gerir þegar það er út á svona fráfalli. Og þá tekur maður eftir því við borði, hvað er að borða og hvernig viðurgerningur og þess háttar. Og þar tók ég eftir sérstaklega að þeir synir voru 2 með ranarík eða túllata, trantata eða gómagums. Og ég spurði nú húsfreyjuna hvernig líka þetta var. Rúnar hafði hann fengið sér oft svona ranarík. Jú, hann gerði það stundum, sagði hann, en henni var ekkert vel við það eins og konumenn oft á tíðum. Þannig að ég ætla nú svona að gefa honum smá ranarík svona í lokin hér áður en yfir lýkur. Set hérna til að molda og set hérna ofan í ranaríkið aðeins með. Þannig að hann fái nú svona þetta lokin. Þannig að Rúnar, blessaðu Pétur, klikklerkurinn, búinn að gefa smá ranarík sem fylgir með því síðustu ferðina til drottins. Í Jesú nafni, amen. En lofa sér Guð og Faðir drottins okkar Jesú Krist sem eftir mikilli miskunnsemi vill endurfæða okkur fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesú segir, ég er upprisan á lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða og það sem best er af þessu öllu saman, af jörðu muntu aftur upprísa. Drottinn gefi dauðum ró en hinum lík sem lifa. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sín ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sín augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Kistan verður borin hér út á eftir og sett á búkka hér fyrir utan, þannig að getið syngt yfir hana þar. Auk þess sjáuð einna myndinum sem er í sálmaskránni, að það er hann að fá sér smá límónaði. Þannig að allir fá sér smá límóna hér eftir þegar kveðja í hálsinn til að styrkja hann, þá er hverfa heim
og við munum það að það munur á því sem að Guð skapaði og djöfullinn, Guð skapaði vínið en djöfullinn brennivínið. Þannig að njótið þið vel og eigið það í hvívetna í þessu tilváki. Í Jesú nafni, amen.